Já, góð kvöldi og velkomin í þáttinn Sósíalísk stjórnarandstaða. Í dag ætlum við að beina sjónum okkar að Hafnarfirði, bænum sem að hraunið mætir hafinu, eða það ekki? Jú, líklega, það er nokkuð rétt. Við fáum til okkar Ester Bibi sem er tónlistakona og starfskona á Kvikmyndasafni Íslands og Jón Hall Haraldsson forritara sem ætla að deila upplifun sinni á að búa í Hafnarfirði. Og einnig kemur til okkar hjá okkur Sanna Magdalena Mörtudóttir, forseti borgarstjórnar, formaður velferðarráðs og oddviti Sósíalistaflokksins í Reykjavík. Ef við ætlum að fletta svolítið saman Reykjavíkinni og Hafnarfirði, Sanna náttúrulega hefur mikil innsýn inn í sveitastjórnarmálin og það bara verður skemmtilegt hjá okkur. En til þess að byrja með þá langar mér svona að heyra þess af ykkur og hver þið eruð og hvernig tengist þið Hafnarfirði. Svona. Já, og ég byrja. Já. Ég var mikið í Hafnarfirði sem krakki. Sko, föðurfjölskylda mín er þaðan og amma og afi voru alltaf í Hafnarfirði. Og þannig að ég var mikið að vinna í búð fyrir ömmu þegar ég var unglingur og svona á strandgötunni. Þannig að ég var alveg heilmikla taugar til Hafnarfjarðar, en ég hef samt aldrei búið þar kannski fyrir, ég held að séu komin 12 ár núna, ég með alltaf við hundi minn, ég man hvað hún er gömul. Og þannig að ég kannski, ég er farin að kalla mig Hafnfirðing, en aðrir Hafnfirðingar myndu eflaust kalla mig aðfluttan andskota eins og er víst, talað svona behind your back, Hafnfirðingur. En já, ég er semst farin að finna mig heima í Hafnarfirði. Ég er fæddur og uppalinn í Hafnarfirði, bjóð þar þangað til ég var 24 ára og flutti þá til Reykjavíkur og var þar í einhver 11 ár þangað til ég tókst að samfara konunum mínum að flytja til Hafnarfjarðar. Já. Og ég er búinn að vera þar síðan 2015 núna, 10 ár núna í haust. Já. Aftur komin heim í Hafnarfjörðin og er af göflurum komin í aðra ættina allavega. Er ég þá AA? Ég get ekki skilgreint þig. Sumir gaflarar hafa sagt sko að ég hef þess að tengingu við ömmu og afa sko, þá sleppi þetta. Þá meir vera gaflari. Já. Það svarst það eitthvað skammarinn þið? Maður heyrir þetta oft hjá Hafnfirðingu, þeir eru svolítið stífir á þessu hverjir eru Hafnfirðingar og hverjir ekki, sko. Ég meina, prófið bara að fara í sund í Hafnarfirði, þá sérðu margt fólk með sko tattúað á sig 220, þannig að það er mikið stolt í Hafnarfirði, það fær ekkert hver sem er að vera með 220 á bakinu. Nei, nákvæmlega. En þú, Sanna, hefur þú búið í Hafnarfirði? Ég hef ekki búið í Hafnarfirði og mér finnst það mitt áhugavert sko hvað þarf til að tengja sig við hverfi af því ég er breiðhyltingur en ég flutti ekki í Breiðholtið fyrir en ég var sko 10 ára, en samt er ég bara breiðhyltingur og það er náttúrulega bara af ýmsum ástæðum. Þannig að það er áhugavert að hugsa af hverju tengir maður sig við ákveðin hverfi eða sveitafélög og hvað þarf til að fá einhvern veginn að tilheyra því sveitafélagi og ég er eiginlega bara forvitin, bara af hverju Hafnarfjörður. Af hverju við fluttum þangað eða tengjum við það? Eða? Já, svona af hverju Hafnarfjörður af hverju var það val einhvern veginn hér ætla ég að búa? Já, sko, ég náttúrulega Keflvíkingur. Keflvíkingar hafa ekkert afneitað mér enn, nei, kannski örugglega. En svo bjó ég bara mjög lengi í Reykjavík og þá bara niður í miðbæ og vildi hvergi annars staðar að vera. Svo vorum við bara en stór fjölskylda og okkur vantaði stærra húsnæði, langaði í hund og bara meira næði. Svona. Þannig að þá fórum við bara að horfa að það var ekkert til sölu í Reykjavík sem var innan okkar fjárráða sem ekki var nýuppgert eða risastórt eða bara pínlítið og ógeðslegt þannig að og annars ertu líka bara þá komin út úr þessu miðbæ nema að vera að leita og mér langaði ekki að vera í Reykjavík en ekki niður í miðbæ og þá horfði ég til Hafnarfjarðar sem svona að því það fallegu miðbær og þú getur labbað í alla þjónusta það er stutt niður á sjó og það er í rauninni öll þessi gæði og voru í miðbæ Reykjavíkur Bárujárshúsin allt þetta í göngufjarlægð, ég elska það að vera svona nálægt náttúrunni vera í bæ en ég er samt bara 10 mínútur út í náttúru. Já, hann er mjög heillandi miðbærinni mitt í Hafnarfirði, sko. Já, en svo náttúrulega má gagnrýna ýmislegt, mér finnst
ýmis þjónusta hafa horfið úr miðbænum í Hafnarfirði eftir ég flutti þangað. Þetta smá svindl. En hérna, samt sem áður, nei, hann stendur fyrir sínu hvað þetta varðar. Ég með nokkuð svipaða sögur, sko. Ég bjó í Grafarholtinu lengst af í Reykjavík, sem var þá tiltölulega nýtt hverfi, og þegar ég fór að hugsa mér einmitt til hreyfings þarna, svona þegar fór að skína fram á hruninu þarna 2013-14, þá var bara allt annað verð í Grafarholtinu, og það hefði alveg viljað svo sem vera áfram þar. En svo hafði ég náttúrulega þessa tengingu við Hafnarfjörðinn, að þú veist, þegar ég var náttúrulega þá með lítil börn og hérna, þá eru foreldrar mínir að hætta að vinna og eru hérna í Norðurbænum þar sem ég keypti. Þannig að það var svona bæði það var ég gast komist í hús og hérna töluvert 20 milljónum ódýrara heldur en í Grafarholtinu. Já. Og hérna, og svo náttúrulega þessi tengingu fjölskyldunum, en þá ég, stóra systir mín og mamma og pabbi búa bara hérna í. Þannig að það var líka það net að mitt öryggi fyrir börnin. Þið vorum bæði að vinna náttúrulega inn í Reykjavík í hjónin, og hérna að þá börnin gátu þá komið við hjá mig á leiðin heim úr skólanum og svona, sem er líka stór. Já, þetta skiptir allt máli. Það skiptir máli, sko. En ég eins og Sanna er breiðhildingur og flutti þangað þegar ég var 2 ára, og eins og sagt þú getur fært konuna úr Breiðholtinu, en þú færir aldrei Breiðholtu úr konunni. Maður er alltaf breiðhildingur. Ég er giftur breiðhilding. og mögulega er þetta bara svipað með Hafnfirðingana. Já, ég held það. Ég get ekki svarað fyrir það. Nei, ég held að sé það. Það er tölvert mikið af fólki sem býr í hverfinu sem ég bý, sem er bara fólk sem ólst upp í hverfinu, sko. Já. Síðast þegar ég vissi, mér þykir samt vænt Hafnarfjörðinn, að því að síðast þegar ég vissi þá hérna bjóð leiðbeinandi minn þar, Kristín Lofsdóttir, mannfræðingur. Já, mæli með að fólk kynni sér verk eftir hana, svo ég skjóti því hingað að, smá svona tenging. Það búa nú ýmsir í Hafnarfirði, sem er eitt sem ég langaði að koma að, má ég tala? Já, bara gjörðu svo vel. Er að það búa svo gríðarlega mikið af listafólki, tónlistafólki, alls konar einmitt, prófessorum og mannfræðingum, það bara býr mjög margt fólk í Hafnarfirði. Kannski einmitt út af þessu að fólk hefur svona smá næði, meira pláss, hérna, garða, þú veist, eitthvað svona er affordable, ef fólk hefur efni meira á þeim þannig lífi. Og hérna, en mér finnst vanta alveg einhvern veginn að menningarlífið í Hafnarfirði mæti þessum hópi, þú veist, þessi hópur, ég og mjög margir, förum bara í Reykjavík ef þú ætlar að gera eitthvað annað en að vera heima hjá þér eða labba út í náttúrunni eða niður í bæ. Þú ferð ekki á neina tónleika, það virðist ekkert vera skipulagt þarna fyrir okkur. Það er bara alltaf það sama á dagskrá í bæjarbíói. Það er alltaf eitthvað mainstream eða bara eitthvað, þú veist, þetta er rosalega skrítið. Það er gríðarlega margt fólk í Hafnarfirði sem bara fer aldrei á neitt sem er að vera í Hafnarfirði. Treysta bara á kannski að Reykjavík sjá þessa hlið bara. Já, en mér finnst það bara skrítið í staðinn fyrir að reyna að laða að svona, eitthvað sem ég kalla meira kósí stemmingu, en gæti verið kannski líka bara fjölbreyttari stemmingu, það má líka líta á það þannig. Já. Að þú veist, það sé ekki bara alltaf, þú veist, allt í botni, hjarta Hafnarfjarðar, og allir bara Hafnarfjörður á bara að dansa með einhverjum hræðilegum slögurum og bara vera æðislega meðvirkur með því að hjarta Hafnarfjarðar, en það er ekkert nýtt í gangi aldrei. Nei. Það er engin grasrót boðið sviðið, þú veist, mér finnst þetta svo skrítið. Já. Hvað segirðu? Hafnfirðingurinn? Ég er nefnilega, ég get alveg verið sammála, ég er ekki einmitt inn í þessu mainstream poppi sem að fer fram þarna. Já, og það væri gaman eða það væri kannski stundum jazztónleikar, klassík, eitthvað bara að vera í bæjarbíói sem er ekki bara hræðilegt, fæn, alveg fínt. Máli vera líka. Ég hef nú farið á nokkra góða tónleika í bæjarbíói. Það er ógeðar einstöku sinnum. En þú veist, það vantar fjölbreytni í þetta, og ég var bara að sjá einmitt í dag, fekk ég eitthvað e-mail bara, hei, frábært, það er þetta og þetta og þetta og dagskrá, allt búið að vera öll hinn sömurinn, ég skildi ekki alveg. Nei. Meðan við, þú veist, þá mannflóru sem býr þarna sem er bara frekar menningarlega sinnuð, alls konar fólk, þá finnst mér
þetta, sem sko Bæjarbíó í beinu samstarfi við Hafnarfjarðarbæ, þannig að fyrst við erum að tala um sveitarstjórnarmál, þá finnst mér þetta vera, svona menningin vera svolítið einsleitt og það væri hægt að laða fleira fólk að til þess að eyða peningum í bænum og hangi í bænum og þú veist, bjóða vinum sínum að koma að hitta þau í bænum í staðin fyrir að fara bara alltaf eitthvað annað út af því að það er bara ekkert á dagskrá sem maður getur boðið neina öðru fólki upp á. Er þetta bíóhús? Já, við erum að tala um gamla bíóið, Bæjarbíó. Þannig að maður getur, það er hægt að horfa á kvikmyndarna. Það var einu sinni hægt. Einu sinni, það er ekki lengur hægt. Nei. Það er búið að taka sýningu alveg burtu? Já. Já, ok. Er þetta ekki svona orðið hálfgjört leikhús eða var? Nei, þetta var alltaf, Gaflarleikhúsið var þarna, sko, ok, þetta var Bæjarbíó fyrst, svo fekk leikhúsið þetta til umráða í mörg ár, svo tók kvikmyndasafnið við húsinu og gerði það upp fyrir 10 milljóna. Ég held bara, það voru sárafáir starfsmenn eftir og bara öll fjárlög safnsins fóru í að gera upp Bæjarbíó í upprunalegt horf og svaka flott og var þetta að sýna filmuvélar og eitthvað svona. En þetta var ekki alveg nógu spennandi fyrir Hafnarfjarðarbæ, þannig að þeir tóku húsið aftur í staðinn fyrir kannski að blanda inn mismunandi hlutum þarna. Reyndi held ég bærin, reyndi þeir sem tóku við Bæjarbíó að fá að hafa einhverja kvikmyndasýningar áfram en já, þetta gekk ekki alveg saman. Það er líka búið að breyta staðnum heilmikið. En ok, það er kannski allavega fjölbreytt stemming. Ég hefði viljað sjá að það væru kannski einmitt einhverjar bíósýningar, kannski krakkasýningar á veturna, einhverjar sýningar á veturna, eitthvað svona, en meiri tónleikar á sumrin, því það eru hvað sem meiri tónleikar á sumrin og meiri fjölbreytni í tónlistavali að þeim sem skipuleggja viðburði. Já, það má kannski bara vera með fleiri nefndir sem eru á mismunandi aldri eða einhverja lausn þarf að finna. Eru þið mögulega kannski of miðaldra eða er þeir of ungir? Þau eru kannski bara eitthvað meiri en miðaldra því að þetta er eitthvað Er þetta ekki bara svona mainstreams? Djúpstæðari vandi. Mainstreams. Jú, þetta er náttúrulega allt einhverju gamli popparar. Já, en það, sko ég veit ekki hvort að viljinn ég veit ekki hvort þetta með vilja gert, að ég held að myndi alveg fylla kannski hlut af salnum eða eitthvað, þú veist, mér finnst bara ekki að menningarviðburðir, sérstaklega ekki sem eru styrktir af bænum eða eitthvað svona, að stefnan eigi alltaf eigi að græða svo mikið og allt eigi að vera svo fullt og eitthvað, þú veist, það verður bara að vera stefna, þú veist, að vera líka með eitthvað annað og þú veist, því annars bara köfnum við í engu. Já, ég líka bara, sko, ef við ferum aðeins inn í Reykjavík, sko, Reykjavík er alltaf að drepa okkur úr kapitalistunum. Sko, ef það er ykkur hátíðar, hvort þessi, þú veist, 17. júní eða hvað sem það er, þá bara ráða kapitalistarnir algjörlega hátíðunum og fyrir fólk, þú veist, með börn, þau eru alltaf með veski á lofti til þess að, já, það langar leika inn í hoppukastalunum, hvað kostar það, skilur? Þetta er svona... Ég man eftir að vera bara með mín börn, bara eigum við nokkuð að fara nýr í bæni og bara samferða þau að væri mikið skemmtilega að vera að gera eitthvað annað. Nákvæmlega. Kaupa eitthvað að borða og svo þarf að fara að drekka eitthvað og svo þarf að finna salerni, þannig að maður kannski fer inn á einhvern stað og það er svona, já, þetta er nú eiginlega fyrir greiðandi viðskiptavinni og hérna, en þegar ég hugsa með þetta svona rými sem almenningur hefur, að því það er eitt sem er gott fyrir Reykjavík sem er kannski ekki auglýst nægilega vel og það er í rauninni öll þessi samfélagshús. Þetta er svona, þú veist, fólk hugsar þetta sem eitthvað svona sem er bara fyrir eldra fólk, en það er ekkert þannig. Þú veist, þetta er kannski tengt við svona þjónustíbúður eða nálægt því, en borgin er með fullt af svona samfélagshúsum og það þarf eiginlega bara að auglýsa þetta betur og fá kannski meir, þú veist, það er alveg svona starf og virkni og svona dagskrá, en kannski fólk sem veit ekkert af þessu, sko. Svo eru bókasöfnin oft komin með svona mikla starfsemi allan hjá Reykjavíkurborg. Þannig ég fór að hugsa bara Hafnarfjörður, er eitthvað svona félagsmiðstöð fullorðins fólks, fyrir fullorðna samfélagshús eða þú veist hvernig eru bókasafnið, nokkuð fínt, sko. Þú veist, getur maður komið, verið þar, gæti maður einhvern veginn, þú veist, skilið korti eftir heima og komist í gegnum daginn með eins og Þórdís segir án þess að þurfa að eiga fyrir deginum úti, utan veggja heimilisins. Ég bara veit það ekki, en ég veit að bókasafnið hefur verið með alls konar ötult starf. Það hefur verið kennsla fyrir, það voru alls konar svona, erlendir tungumálahópar, það voru að hittast krakkar að þýskum uppruna og þú veist, það voru alls konar svona, einhver tungumála tengsl. Það var mikið saminnan við alls konar Pólverja, það var búið þau voru búin að arfleiða eða fá eitthvað risastórt bókasafn á pólsku líka og þú veist, það var alls konar svona skemmtilegt í gangi síðast þegar ég leitar inn.
Já. Börn mín hafa mikið notað bókasafnið, sko. Þannig að það er bara verið... Já, ég gæti fengið lykil þegar ég var í háskólanáminu og það var eitthvað bara svona rými í kjallaranum þar sem þú getur fengið bara lykil og getur bara farið þegar þér hendar og er bara með borð og næði til þess að taka alls konar heimapróf eða, þú veist, læra utan heimilis sem að mér fannst alveg æðislegt. Það er náttúrulega bara svolítið geggjað, sko. Og það var að kostnaðarlausu, sko. Er bara eitt bókasafn í öllum Hafnarfirði? Já, það er örugglega önnur og stærri spurning. Veit ekki betur. Ég held að það sé bara það. Já. Og bókasafn náttúrulega alltaf minna sótt og allt það, en það er gríðarlega mikilvægt að það sem að bókasafnin hafa gert er að taka upp svona annars konar félagsstarfi eins og ég var að segja með þess að láta krakka þýskum uppruna að hittast og pólska og allt þetta, þau tekið svolítið vel á þessum. Ég skrifaði eitthvað tíma Ritgerð borgarbókasafnið af því að þau gerðu svo svakalega mikið af þessu að virkja konur sem að erlendum uppruna saman til þess að vinna eitthvað saman og það var rosalega flott starf þar síðast þegar ég var þar sem var líklega fyrir 12 árum eða eitthvað en það var alveg æðislegt að horfa á það. Þannig að ég var alltaf að vona og mér var ánægð að sjá að Hafnarfjarðarbær var að gera eitthvað svona í líkingu en ég held að hafi ekki verið jafn mikið og allra síst með hvað það er gríðarlega stór hluti íbúa í Hafnarfirði af pólskum uppruna. Ég held að sé nú bara meiri heldur en í Reykjavík svona hlutfallslega. Já. Ég veit það ekki, ég held það. En hefur orðið mikil breyting á bænum eða bæði til góðs eða ills eða er þetta bara eitthvað stefna sem hefur verið viðvarandi eitthvað svona varðandi bara menningamál og bara húsnæði? Það sem hefur sprottið upp undanfarið eru veitingastæðir. Það eru komnir nokkrir svona alveg þokkalegi veitingastæðir. Við hjónin gerum það stundum á sumrina að fara og labba saman niður í bæ og kíkja á einhvað á þessum veitingastöðum. Það er svona það sem að mér finnst Hafnarfjörðin hafa fram yfir til eins og Garðabæ eða Kópó og það er einmitt eins og Bíbí var að segja. Það er þessi miðbær sem er eins og segja, þú veist, Bíbí er náttúrulega ennþá nær honum en ég, en ég er nú bara held ég 10 mínútur að kannski korter að labba þarna niður eftir, sko. Það er rosalega frábært og það voru ekki margir veitingastæðir þegar við fyrst flytjum en það eru komnir alveg bara 4 í viðbót síðan sem allir bara, metnaðarfullir og bara flottir staðir. Og líka svona verð, meira, það eru komnir bara 6 eða eitthvað. Þannig að þú getur farið svona fínt út að borða og minna fínt út að borða. Já. En það er minna þá kannski líka samt að þú getur farið út að borða en það er ekki, þú getur svo bara farið á tónleika á eftir. Nei, þú þarft eiginlega að taka síðan ásinn upp á strætómynd og fara á tónleika en svo þarft að taka leigubíl heim sem er fáránlega dýrt. Og svo og förum ekki að tala leigubíladramað. Ég að loka kaffihúsinu Súfistanum. Já, en það er eitthvað búin að kaupa það, víst. Nú? Og nú á að gera eitthvað stórkostlegt. Á ekki að gera eitthvað mathöllar. Er það? Mathöll? Mér minna að það hafi verið það síðasta sem ég heyrði. Það er kannski bara það eina sem Hafnfirðingum finnst gaman að gera niður í bæ, það er að borða. En er þessi mathöll ekki orðin svolítið þreytt dæmi eða? Það er engin í Hafnarfirði. Nei, það er engin í Hafnarfirði, ok. Þið getur tekið eina úr Reykjavík. Já. Með fá hún að lána það. Já. Hverju vilstu helst losna við? Mér finnst þetta leiðileg stemning að fara svona inn á mathallir. Ég veit ekki, kannski er ég bara svona rosalega miðaldra en mér finnst þetta einhvern veginn ég veit ekki, mér finnst þetta bara eins lítið sérmennund og hægt er að hafa það, sko. Þetta er fínt svona lönnstæmi. Já. Það er þetta að fara stór hópur eitthvað að vinnustæða eitthvað og það þarf ekki að rífast mjög lengi að borða eitthvað eitt ákveða því að allir geta fengið sér eitthvað og samt setið saman. Þetta er samt bara svona stjörnutorg í sparifötum. Já, þetta er svona lönns, já. Það er eiginlega þannig. En svona, mér langar að fara svolítið í þjónustuna í Hafnarfirði, þú veist, bara eins og skólamál og samgöngur og félagsþjónusta bara, þú veist, hvernig er verið að hugsa íbúana, svona velferð íbúa og... Örugglega má gera betur. Já, en ég var sko, hef nú bara verið með börn svo sem ekki þurft á mikill auka þjónustu að halda en mín börn hafa bara farið í gegnum hafnfirska skólakerfum. Ég hef verið og reknið það bara gott það að segja, sko. Já. Og það meiri sem ennþá sumir kennarar sem kendu mér í gamla skólanum mínu sem eru hann ennþá að kenna, sko.
Þú ert svona dæmi jákvæða sósíalisti. Já, sósíalisti. Í okkar skóla, þegar sem að strákarnir fóru þegar við fluttum til Hafnarfjarðar, nú eru þeir svo stórir að það er kannski ýmislegt búið að lagast og breytast, ég vona það, en þá fannst mér ekki nógu mikið tillit tekið til foreldra af erlendum bergi í brotna. Það var ekki neitt þýtt, það var alltaf að koma eitthvað svona blár dagur, rauður dagur, bleikur dagur eitthvað og þú veist, alls konar eitthvað uppákomur, það var aldrei sent á neinu öðru tungumáli. Mér fannst þetta mjög skrítið, ég fór alveg sérstaklega ferð og hélt fund með skólastjóra og ræddi þetta. Þetta er búið að breytast. Ég sagði það bara síðustu póstu sem ég las hann var á 3 tungumálum. Ok, það er bara rosalega jákvætt, af því þetta var mjög einangrandi og ég bara tók það til mín, mér fannst þetta ókurteisi. Ég man einhvern tímann á einhverjum svona frídegi eða hvort að það kom fram í þessu samtali að þá var einmitt einhver kona sem var með krakka sinni og var að reyna að opna hurðina á skólanum en hún vissi ekki að það væri frídagur. Þetta hefði náttúrulega getað komið fyrir mig en kom líklega fyrir hana út af því hún skildi ekki eitthvað að pósta. Já, þetta er náttúrulega mjög mikilvægt sko, að allir skilji hvað er að vera. Já. Halló, má ég vera með? Já, það var svolítið, það var skorti upp á það þarna og þú veist, það eru 10 ár síðan en vonandi hefur þetta allt lagast. Félagsþjónusta í svona litlu bæjarfélagi er náttúrulega allavega, ég held að sé greiðari aðgangur að henni, að minnst að kosti að fá viðtal og eitthvað svona en ég veit ekki, ég held að sé engir peningar, ég hef heyrt talað að það sé skortur á húsnæði og allir þessum sem er skortur á í Reykjavík líka. En það var eitt, ef ég má tala illa eitthvað, af því ég veit ekkert félagsþjónustuna. En mér finnst hræðilegt að það eru alls konar hús í þessum grónu gömlu hverfum í Hafnarfirði, þar sem að kaupir einhver húsið og gerir 17 íbúðir í einu húsi sem að áður voru kannski 2 eða jafnvel 1. Þeir fá leyfi fyrir kannski 2 af þeim og ég hef aldrei skilið þetta, fá leyfi eða ekki leyfi, eru þeir ólöglegar en það mega samt vera. Af því að svo fá þeir leyfi fyrir 2 en eru með 17 og þá eru þeir með tunnur, ruslatunnur fyrir 2 og þetta er bara hirt einu sinni í mánuði út af því að nú er allir að flokka og svo bara er fyrir utan þessu hús bara gríðarleg ruslasöfnun og það er ekkert gert í þessu. Mér finnst að það eigi að fylgjast með þessu, það eigi að skikka eigendur til þess að sjá að það sé nægar tunnur fyrir fólk sem býr þarna. Oft er þetta einmitt mikið af útlendingum að leigja lítil rými og þetta er bara, kemur óorði á hópinn sem ekki þarf að vera. Þetta er ekkert óþrifalegt fólk, það er bara ekki ruslatunna fyrir þau. Nei, það þarf ekki að henda rusla alveg svo ég og þú sko. Nákvæmlega, og svo eftir flokkurinn byrjar sem að ég er náttúrulega mjög hlynt en þá bara eru settar pappatunna og plasttunna og venjuleg tunna og pappatunnur og plasttunnur eru eðlilega léttari heldur en tunnur voru áður og það eru ekki myndið svona krækju sem lokast þannig að ég hef aldrei séð meira rusl í bænum heldur en síðan þetta byrjaði það því að bara kemur vindur, bara rusl út allt og þannig að þegar kemur vor og bara snjóa leysir þá bara, eins og maður búi bara í ruslahaug. Mér finnst í fyrsta lagi mjög seinir að strífa þetta og í öðru lagi skil ég bara ekki á hverju ekki fastar tekið á þessu líka með að setja svona 1 milljón manns í eitt hús í venjulegu grónu hverfi, það fyllist alltaf bílum og sem ekki er gert ráð fyrir neinu skipulagi sem er væntanlega þess vegna sem þú þarft að fá leyfi og eitthvað og út af þessari sorphurðu en það er ekkert gert í því. En þú getur alveg þú sem eigandi húsnæðis getur beðið fleiri sortunnur, þú þarf bara að borga herri fasteignagjöld. Já, en þeir gera það ekki. Nei. Já, og það er enginn sem þrýstir á það, ef þú sendir inn kvörtun, þá færðu bara svona já, ok, bæ. Ég hef ekki tilfinningu fyrir að síðan vera að skrifa það niður. Þannig að mér finnst þetta frekar svona kapitalist sjónamið, þeim í hag sem kaupa þessi hús og einhvern veginn þeir þurfu ekki að gera neitt, einhvern veginn að búa til finna út úr því að það séu bílastæði einhver staðar og nægar tunnur og þú veist, að ganga frá húsunum þannig að þetta sé í lagi, af því þetta er ekki í lagi annars og þetta er leiðilegt fyrir alla aðra sem búa í þessum götum og í nálægð við þessi hús. Slíka bara svo skrítið, þú veist, ólöglegt húsnæði, af hverju fær þetta að vera. Einmitt, og það brann hús í Hafnarfirði sem bjó fullt af fólki í og 1 köttur dó og þetta var mjög ræðilegt.
þá var þetta rætt, af hverju er fólk að búa í ólöglegu húsnæði, það er bara svona, við erum bara svo góð, það er vegna þess að það er skortur á húsnæði. Ok, þið eru svo góð og allt það, þú veist, en hvernig voru sorphirðumál þarna og af hverju þetta hús brann, og þannig að misti fullt af fólki aðleguna og allt það, mjög dramatískt og leiðilegt og hættulegt. Það var skellt svona neti yfir húsið, sem var meira að minna brunni til ösku, en það standa svona spýtustólpar og alls konar drasl er ennþá eftir inni. Það var sett svona neti yfir, ég held að það sé búið að vera í 2 ár. Það er ekki búið að hreinsa þetta upp eða neitt. Og svo vantarlega þetta fólk líka ótryggt að mestum hluta fyrst þetta er ólöglegt húsnæði. Já, en einmitt. Mér finnst þetta bara mjög alvarlegt mál og mér finnst mjög skrítið að þú veist, ég skil að það sé skortur á húsnæði, en þá þarf náttúrulega bara að finna grundigt út úr því, ekki leyfa einhverjum businessmönnum að græða á fólki í svona neyð. Og af hverju í óskupunum er ekki brunarústirnar hreinsaðar upp? Af hverju er engin ábyrgur fyrir þessu? Getur líka verið hættulegt að það ert í svona óleifis íbúð, íbúð sem er ekki hönnuð til búsetu varðandi þess að bruna útganga. Og líka bara stundum þegar maður er að lesa yfir fundargerðir hjá borginni og ég séð svona að einhverju sækjum eitthvað og það stendur athugasemd samþykkt en vakin er athygli á því að þetta er áður gert, eða þú veist það búið að gera þetta. Þannig að aðili sem á kannski eitthvað húsnæði er kannski búinn að fara í einhverja framkvæmdir en það verður að vekja athygli á því, þú veist, hann mátti það ekki. Kannski bæta við einhverju eða gera einhverja breytingar eða eitthvað svona. Og þá sem sagt hefur manneskjan bara framkvæmt og svo sóttum leyfi spurt sem sagt eftir á. Þannig að það er alveg athyglisvert varðandi svona eftirlit og líka varðandi sorphirðu sem sagt starfsmenn, veit ég hvort þetta sé er búið að útvista þessu? Eða er þetta bæjarstarfsmenn, vitið þið? Ég held þetta sé útvista, þetta eru fyrirtæki merkt, ég man það ekki Terra eða... Já. En ég hef ekkert út á sorphirðu fólkið að setja, þau taka þessar tunnur, taka stundum með þess að ruslið ef það liggur mjög þétt upp á tunnunum og það er skýrt að það eigi að fara með, taka þau það líka sem þau eiga raunin ekki að gera. En já, það bara vantar tunnur, það vantar að skikka þessa eigendur í eitthvað frágang sem er mannsæmandi og bera þannig virðingu fyrir líka bara nágrunum og fólkinu sem er að leigja þessi hús, því að ég efast að þessi að borga eitthvað á rosalega lága leigu. Nei, alveg örugglega ekki. Það er ég myndi segja á tímabili þá labbaði ég oft gegnum það sem heitir Hraunin í Hafnarfirði. Það sem ég var að vinna í iðnaðarhverfunni í Garðabæ og gegnum þar og þar var rosalega mikið alltaf klukkan 8 á morgnana í iðnaðarhverfinu sem eru eiginlega engvi göngustígar og ekki vel upplýst að mikið ónýtum bílhræðum líka. Mikið ónýtum bílhræðum og foreldrar að fara með litlu börni sín í skólan. Fólki sem býr í þessum og þetta var náttúrulega alltaf útlendingar. Ég nefnilega sá þetta líka. Í iðnaðarhúsnæði. Já, við vorum að labba, við vorum að leita einhverju til að leigja fyrir stúdíó og þá sáum við mitt bara litla krakka að leika sér á einhverjum svona ljótum bílastæðum einhvers staðar fullt af krökkum og það er búið að fylla þannig rosalega mörg loft og rosalega marga staðir þarna sem eru bara fullir af fólki á mjög ljótu svæði eða þú veist það er ekkert svona grænt þarna og engin göngustæðir einmitt. Og það er búið að endurskipuleggja allt sem íbúðar á að taka allt þetta hverfið í nefið. Skilst mér þá búið að kynna það er byggja þarna rosalega fallegt. Fullt af grænum. Já, svona hús sem eru svona búðum niðri og íbúðum uppi. Já. En ég meina nú eru þið í Hafnarfirði búin að sýna það að íbúðalýðræði virkar með karbófixið. Já, það var dálítið vel að svikið. Já, þeir bara bökkuðu með og kusu ekki eins og það. Já, þeir eru bara ræddi við ykkur. Það lítur að vera. Já. Eða bara þegar ég heldur hafi ekki vitað svörin við þeim spurningum sem var verið að það var ekkert vitað. Það var ekki eins og það væri eftir að koma og segja bara nei þetta er alveg meinlaust og nei það verða engir í jarðskjálftar bara smá eða eitthvað, þú veist, þeir vissu ekki svörin, það er engin reynsla með þetta var alveg sturlu hugmynd að hafa þetta bara inn í bæ. Já, bara nokkra kílómetra frá húsunum hérna á völlunum, þetta eru bara nokkri kílómetra, bara 2, 3, 4, 5 eða eitthvað Já. Það er alveg ótrúlega. Fyrst þú kemur á vellina, þá þarf ég nú eiginlega að spyrja ykkur, er engin uggur í fólki út af Reykjanesöld? Ég myndi ekki búa þar.
ég hugsa maður ekki bara líka í Reykjavík, það er náttúrulega líka búið að tala að þetta Bláfjallasvæði sé eitthvað að fara að gjósa mögulega og þá getur raunin yfir Grafarholtið. Já, og sprungan úr Klefavatninu, hún nær upp í, hvað heitir það, Rauðavatn? Einmitt, þannig að þú veist, ég held við getum bara öll verið jafn einhvern veginn óttaslegin. Það þarna á völlunum hlýtur náttúrulega að verið svolítið hrikalegt í öllum þessum jarðskjálftum af því þau voru náttúrulega talsvert nær en svo veit maður ekki, þetta liggur alltaf okkur flekum og þú veist, það er bara misjafnt hver þetta finnst meira. Svo mikið hraun þarna. Jú, það er þegar, þú veist, þegar þú ert upp á hraunmóla að þá getur þú hugsað, En við búum samt bæði á hraunni, sko. Já, ég meina, þú veist, Íslandi er náttúrulega bara meira og minna einn hraunmóli, ég veit það ekki. Þetta er samt lítur að hrista hans í fólki og svo mér líka var svo minnistætt hvað þegar eldfjallafræðingarnir voru að segja þú veist Hafnfirðingar þurfa aðeins að hugsa hvar þeir eru að byggja núna í framhaldi og hvað urðu hörð svona viðbröðin fyrir þessu, hvað er þið að skipta ykkur af og eitthvað svona skilur en er þetta ekki eitthvað sem maður þarf að huga að eða? Jú, ég meina ég var svolítið hvumsa að sjá viðbröð bæjarstjóra þáverandi við einmitt þessum vangafeltum sem komi frá einmitt bara náttúrufræði fólki að segja þú veist að þetta væri ekki mjög skynsamlegt og það var bara svona það var bara reiði og eitthvað ertu að reyna að grafa undan hérna þessu sem við erum að gera hérna og eitthvað svona þetta var mjög skrítið svar í staðinn fyrir að kannski taka því bara meira æðruleysi þú veist þó þú sért ekki meint að hætta við og eitthvað svona að fara ekki svona hart á móti það var mjög undarlegt þá fer maður að hugsa bara hvað er ekki verið að segja mér hérna nákvæmlega, þannig fyrir að segja auðvitað þurfum við að huga þessu í framtíðinni þá var þetta alveg bara svona þetta var rosa skrítið En þekkið bæjarfulltrúan ykkar eru þið svona bara eitthvað að fylgjast með hvað bæjarstjórnin er að gera annars fyrir ykkur eru þið svona, þú veist, er þetta þannig að maður þekkir alveg bara, þessi er að vinna þessu máli og þessi er oft í fréttum og tjá sig þetta, það er kannski ekki oft svona Hafnfirðingar endilega mættir niður í sett í RÚV eða eitthvað svona mál sem að tengist kannski íbúðum nema aðalega hefur verið upp á síðkasti Carbfix og kannski Rósa sem var fyrir bæjarstjóri og var síðan kjörin inn á þing. Jú, og það hafa verið, ég fylgdist svolítið með þeim sem voru í VG sem voru svolítið að tala fyrir náttúrunni þannig í kringum Hafnarfjörð og frekar í göngustígum og voru einmitt sterkarni í Carbfix mótmælum líka og þú veist það ég fylgst með þau eru náttúrulega dottin út núna en það er ennþá þetta sama fólk sem það dó ekki, það er ennþá að tala og berjast og í hópum og gönguhópum og þannig að við fylgjumst með ýmsu en svo það sem að ég var svolítið hissa á fyrst þegar ég flutti í Hafnarfjörð og byrjaði svona aðeins að horfa í kringum mig var það einu skiptin sem að Hafnarfjörður kom svona í fréttirnar með bæjarstjórnin þá var alltaf einhver hræðileg neykslismál það var einhvern tímann var bara kosið að byggja einhverja íþróttahöll bara með að millifæra 100 milljónir en fresta bæjarstjórnarfundi þannig að aðrir fulltrúar gátu ekki kosið málið alls konar svona, eitthvað svona rugl sem kemst áfram í fréttir af bæjarstjórn og þá hugsa ég Hafnarfjarðarbrandarar þeir hafa kannski eru byggður á einhverju og það var svolítið leiðilegt af því það er mjög margt fallegt líka að gerast í Hafnarfirði en já, það er svona einhvers konar einhver svona frekjulegur heimóttarblær á sumu að það sé ekki nægt svona ekki alveg virt lýðræðið og vinna saman. Nei, og mögulega í minni sveitarfélögum þá er það kannski meiri hætta á svona vina fúski spillingu, já. Og í kringum þessi íþróttafélög þessi risastóru íþróttamannvirki Já, og bara ef við bara hugsum það og menningu, þú veist, ég hef ekkert á móti Haugum og ekkert á móti FH, en þú veist að það séu eitt bæjarfélag með þessi gríðalegu íþróttamannvirki og á meðan, þú veist, leikfélag Hafnarfjarðar þurfti bara að pakka niður og er ekki með neitt húsnæði. Eins og ég var að tala áðan, Bæjarbíó á bara sjá alla menningu bæjarins og þar er bara eitt á dagskrá. Þetta er mjög leiðilegt. Ég held ekki að eina forvörnin og sé bara að tala bara fyrir íþróttum og þennan eitthvað svona meistaraflokkshátt
Ég held að hljóta að vera meira spunnið í lífið og lífið fjölbreyttara og fólki fjölbreyttara og ef við ætlum að stuðla í jákvæðri menningu þá verðum við að gera það í víðara tilliti heldur en að halda allir meistarafólk í fótbolta. Svona stolti kannski á Hafnfirðingu liggur í íþróttunum. Já, ég ætla ekki að tala það niður en þú veist, mér finnst áherslan skrítin. Ég heldur að það staðið sig ágætlega áður en þeir fengu allir þessi risa mannvirki og það hlýtur að vera hægt að gefa aðeins jafnar. Já. Einmitt börnin mín hafa ekki verið í þessum típisku boltaíþróttum, sko. Þannig að börnin mín hafa verið meiri í þessum litlu íþróttum þar sem að sú starfsemi er rekin algjörlega bara af einhvers konar bara af áhugasemi fólksins sem er að standa í þessu og alveg í raun og veru alveg ótrúlegt hvað eins og til dæmis yngsta barnið mitt hefur verið í Babington, hjá Babingtonfélögum, hvað frábært starf unnið þar fyrir eiginlega engan peninga þegar kostur okkur eiginlega ekkert miðað við það sem hann þegar hann æfði sund, það var alveg flókdýrt og prófaði nú að fara hérna í fótboltan en þetta var bara eins og einhvers konar hundruði barna saman á æfingu í einhvers konar mér fannst þetta ekki vera boðlegt, skilurðu í ísköldum risastórum húsum, sko. Nei, og svo var líka eitt dæmi, það var einhver rosalega öflug félagsmiðstöð rekin í Hafnarfirði fyrir bara ekki löngu síðan. Það sem voru bara gríðarlega margar sögur fóru af öflugu starfi og einmitt verið að virkja þá innflytjendur og íslenska krakka saman og það var bara svona að því að alltaf verið að tala þessa inngildingu og ýmislegt annað mikilvægt að þá voru þau að vinna algjörlega það starf. Það voru bara alltaf myndir á Facebook og í fjölmiðlum þar sem þau voru bara það var svo mikið og kærleiksríkt starf verið að vinna þarna og þessu var bara lokað og það var sagt að ætti að opna eitthvað bli annað og það ég held að sé ár síðan þessu var lokað að minnsta kosti, það ekkert annað búið að opna og ár í lífi krakka gríðarlega langur tími, þau ekkert mikið lengur krakkar. Nei. Þannig að þú veist, allur svona tími meiri háttar mál. Við getum hugsað, þetta tók nú bara 3 ár eða eitthvað, en þú veist, á 3 árum krakki sem var 14 ára og orðin eitthvað, þú veist, ekkert í félagsmiðstöð lengur. Mikið búið að gerast. Já. En svona eins og pólitíkin, ég man ekki hvort það var þessi kjördæmabili eða síðasta kjördæmi sem þeir seldu HS Orku. Það ekki lengra síðan? Það lengra síðan. Það lengra síðan? Já. Það einhver saga, ég man ekki árið. Töluvert lengra síðan mér. Það? Mig minnir það, mér finnst eins og það sé lengra síðan, en það náttúrulega, það var gríðarlega, það eitt af þessum sem maður reynir bara að gleyma. Það var tárast í kottan og hugsaði ekki meira um það. Ég eiginlega vissum að það hefði verið á Magma Energy tímanum. Það nú orðið nokkuð mörg ár síðan. Akkur finnst mér þetta að vera svo stutt síðan þetta var verið að ræða þetta. Þetta tíminn, þannig líður tíminn, sko. Það svo fest í minninu kannski á sósíalistum allt svona sem hefur verið selt út úr frá hinu opinberu og einkavætti eða sent til einhverja aðila. En eiga sósíalistar séns í bæjarstjórn Hafnarfjarðar? Sveitarstjórnarkosningar eftir ár? Það vinstri slags, það er sterkur sjálfstæðisarmur, en það fullt af vinstra fólki og mikið af verkafólki í Hafnarfirði. Ég myndi halda að með öflugan hóp af fólki sem myndi ætla að tala fyrir félagslegum gildum sé hljómgrunnur. En það þarf að vera öflugur hópur af fólki sem ætla sér góða hluti kannski og fer minna inn á hægri vinstri og meira bara inn í hjartað í þetta félagslega sem við viljum breyta. Og ég hugsa að þar sé hljómgrunnur, ég efast ekkert um það. En svo Sanna kom inn á það stutt náttúrulega í sveitarstjórnarkosningar. Þannig í framhaldi af þessu langar mig bara spyrja, þú segjum bara þegar fengjum bara öflugt fólk í Hafnarfirði til að bjóða fram. Hvaða mál það sem myndi skipta mestu máli fyrir ykkur? Menningin, greinilega. Menningin. Að sinna ungu fólki, sinna fjölbreytileikanum. Já. Og að taka á þessu helvitis íbúðavesinni. Já. Það er velferði. Af því mér finnst það bara að vera hryðjuverk inn í þessi litlu hverfi. Já. Þú hefur ekkert á móti fólkinu en það þarf að sjá til þess að húsnæðiseigendur sé ekki að græða of. Það bara kostar að ætla að leigja eitthvað mannsamandi bústað.
Og eins og þetta einmitt að það komist ekki upp með það, mér skrítið að þetta hefur verið ekki svo sem bundið við Hafnarfjörð sérstaklega og hefur alveg verið inn í Reykjavík líka, þessi húsbrunnar í þessum ólöglegu húsnæðum, að þetta rosalega mikið af þessu. Já. Og þetta fólk með börn og alls konar fólk og við viljum ekki sjá þetta, við viljum að þessi hlúð að fólki á almennilegan hátt. Já, börnin ekki þurfa að labba í gegnum dimm iðnaðarhverfi til að komast í grunnskólana sína. Já, glerbrot á ekki göngustígunum. En ef að börn búi í húsnæði sem ekki hannað, sem ekki sem sagt í rauninni íbúðarhúsnæði, hvernig virkar með lögheimilisskráningu og þjónustu og alls konar svona spurningar? Ég held að fái einmitt alla þessa skráningu. Þannig að þess spyr ég, hvað löglegt og leifis og hvað það ólöglegt? Akkur ekki gert neitt í ólöglegu? Kerfið hlýtur þá bara að vera að kóa einhvern veginn með þessu. Já, ég held að það sé málið. Ég held að það sé vera að því það húsnæði skortur að þá allir vanir á því að kóa bara einhvern veginn með kerfi sem stór hættulegt og baneitrað. Já, þetta mjög flókin mál, sko. Mér svo skrítið að sé gert í þessu, sko. Það minnst okkar að ræða það og það hlýtur þá að vera hægt að koma á móts við hlutina einhvern veginn þangað til að eitthvað lagast en að þá séu þá einhverjar sérstakar brunavarnir settar í ganga, búin til einhver leikvöllur eða eitthvað hreinsað upp svæðið eða eitthvað gert, komið á móts við þennan hóp og að fólk búi ekki þarna bara í einhverju mega óöryggi. Ég held að þetta hafi verið einmitt skoðað þarna ASÍ og slökkvilið og fleiri voru að taka út og reyna að kortleggja bara þessa búsetu og voru með þetta horfa dálítið í gluggana bara eitthvað, jæja, hvað dót sjáum við í gluggunum að því þeir eru svo góðir að spotta bara ok, þannig er líklegt að einhver búi og eitthvað svoleiðis og í kjölfari var einhver umræða og ég held einhver umræða einhverjar breytingar en ég bara mani þetta ekki alveg varðandi bara Einmitt, á að viðurkenna að fólk búi í svona húsnæði eða á að vera bara eitthvað, hei, þú átt ekki að búi í húsnæði sem ekki hannað til búsetu eða er það einhverjum tilfellum örugt eða ætlum við að segja bara eitthvað, nei, húsnæði, við eigum all rétt á örugu og góðu húsnæði sem bara heimili okkar, þannig þetta eru flókin mál sem að verða kannski ekki leyst bara eitt fyrir bomm, það þarf að byggja húsnæði sem náttúrulega verið að segjast að þeir sé að gera gríðarlega mikið af, en fram að því að þessi húsnæði eru öll byggð sem að mér skilda að hinn endin á því vandamáli að hefur þetta fólk efni á að kaupa sig inn í þau húsnæði sem verið að byggja. Ég held ekki. Nei, það verið að byggja hérna, ég var nú vinnandi í Skeifunni og það voru hús að koma þar í sölu sem voru hérna það sem að Grensásvegurinn og Suðurlandsbrautin mætast og það voru ódýrustu íbúðurnar 50 fermetra íbúðir á 60 fermetra íbúður 70 milljónir. Ég meina, og þetta fólk var ekkert greiðslumat fyrir svoleiðis og þannig að það þarf að vera almennileg húsnæði sem eru leiguhúsnæði sem eru kannski ekki það sem fólk getur einhvern veginn safnað og haft einhver áhrif á líf sitt í staðan fyrir að vera að okra á þeim í einhverjum verksmiðjahúsnæðum. Þetta er náttúrulega bara ferlegt. Og að það sé einhvern veginn að það sé verið að leyfa leigusölum að koma svona fram við leigjendur. Já. Það þarf eiginlega að gera svona heildrænt mat og greina hvar vandi liggur og vinna út frá því. Akkurat, og ekki bara tala það í 5 mínútur í fjölmiðlum eftir eitthvað brennur og einhver næstu deyr eða deyr eins og hefur líka komið fyrir. En talið það líka þegar þið eru búinir að gera allar þessar kannanir og rannsóknir og hvað ætlaði að gera í þessu. Af því að þetta ég meina, þetta lítur bara að vera stórkostlega mikilvægt. Ég meina, eftir hverju erum við að bíða? Og þetta verður alltaf verra og verra því lengur sem við ítum þessu áfram að því að það er alltaf talað um þessu uppsöfnuðu þörf sem er búin að vera hérna þegar ég meina í hverju einasta ári bara 1000 manna sem verða fullorðin og þurfa að flytja frá foreldrum sínum en byggingar eru ekki í takt við það og við erum ekki að vinna upp þetta sem við töpuðum hérna í bara mörg ár var bara verið að byggja hótel í Reykjavík. Allir verktakar uppteknir við að byggja hótel í Reykjavík þannig að þetta var val. Við bara völdum að byggja ekki. En svo fluttur inn heilmikið af verktökum sem búa núna í þessum húsnæðum. En ég meina, þetta er náttúrulega bara alveg, og það er ekki, þeir segja bara svo er alltaf svarið, við erum að byggja svo margar, rosalega mikið verið að byggja, við ætlum að byggja 3000 íbúður, þessir ætlum að byggja 2000 íbúður á þessu ári, bla bla bla, en allar þessar íbúður eru ekki fyrir þetta fólk og það þarf að tala um það. Og fyrir utan
bíða 20.000 manns eftir þessum 3.000 íbúðum. Já. Þannig að bara Og svona... hina bara fara á sölu á eitthvað geðveiku verði sem að kannski einhverju geta keypt sig inn í, en aldrei lækkar markaðurinn, aldrei er gert pláss fyrir það að venjulegt fólk þarf að geta búið eitthvað starf og það er vandamálið. En Jón Hallur, eitthvað svona sérstak sem að þú brennur fyrir, sem að þú myndi vilja sjá? Ég myndi vilja sjá í Hafnarfirði. Það er, já, það er bara það sem eins og ég hef verið að koma inn á með húsnæðismálin, sko. Já. Það er það sem ég, en svo eins og við höfum verið dálítið að ræða sko, hvar á sveitarfélagið að standa sig, hvar á ríkið að standa við svona, er hérna að eiga heimili réttur eða er það ekki réttur, hver á þá að tryggja þennan rétt, er það sveitarfélagin sem eiga að tryggja þennan rétt, þannig ég held að þau séu ekki að standa sig þar að, eins og ég segi, þú veist, nú búa 31.000 allavegna íbúar í Hafnarfirði og hvað ætli sé margir á hvernig einasta ári sem þurfa að flytja út og komast í íbúð. Ég held að sé ekki vera að annað þessari eftirspurn ef að fólki langar að búa í Hafnarfirði. Nei, það er langt í frá. Ég held að öll sveitafélög séu alveg með buxurnar á hælunum þegar kemur á húsnæðismálum. Sko. Og þess vegna eru þessi verksmiðju húsnæði öll full. Já. Ég meina hvað myndi vera, eins og þú segir, ef við myndum taka strangt á lögunum og við myndum bara segja nei, við viljum ekki að fólk búi við þessar aðstæður, þá verður allt þetta fólk heimilislaust. Og það myndi kannski sýna raunverulegt ástand á Íslandi ef að bara, það væri ágætis verkfall hjá öllu þessu fólki sem býr við þessar aðstæður, færi bara öll og settust út á götu með svona tjald og svona og þá myndum við bara sjá, vá, þetta er kannski slæmt í Los Angeles eða eitthvað staðar en þetta er mikið verra í Hafnarfirði eða Reykjavík. Já. En að því við höfum alveg sýnt að við erum færum þetta, ég meina að reyndar komið 50 ár síðan, skilur, þegar Vestmannaeyja gosið var, ég meina það byggðist heilt hverfi bara svona. Já. Við getum þetta. Einmitt. Og það eru falleg hús, svona sumarbústaðahús, það er líka í Keflavík, við kallum, Eyjabyggð. Já. Þannig við getum þetta, það þarf bara þora að gera þetta. Já, það þarf einhvers konar ákvörðun og samráð og samkomulag og já, að tala um hlutina lengur en bara rétt eftir eitthvað skaða. Já. En hérna, mér langar að spyrja ykkur heitt málefni sem að ég veit að er ekkert allir sammála mér, en samstarf sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu, eigum við að sameina þessi sveitarfélag? Ég segi hiklaust já. Ég minnst bara, við getum átt einhverja litla forseta í hverjum bæjarfélagi en auðvitað á sameina sveitarfélag. Já, sammála. Ég er ekki sammála ykkur. Nei. Þú vilt ekki fá færri Reykjavík. Sko. Þú vilt ekki fá okkur, já. En við getum þá mögulega saminast Hafnarfjörður, Kópavogur og Garðabær í stærra stöndur og sveitarfélag með sem mögulega gæti þá Ég veist að samgöngur og allt, þetta er höfuðborgarsvæði. Það eru ákveðin hluti sem eiga bara að vera, þú veist, ég meina París er með borgarstjóra og svo eru hverfin með einhverja minni stjóra. Og þannig á höfuðborgarsvæði að vera, ekki allar þessar bæjarstjórnir á þessum launum, allir þessi sóun á fé og samráði, þú veist, þetta er sama svæðið, við sækjum sömu þjónustuna. Garðabær rekur eiginlega enga þjónustu, sækir alla sína þjónustu til Hafnarfjarðar, en er samt með mikið ríkari íbúa og stöndugra bæjarfélag. Alls konar svona hlutir, ég meina, og mér finnst líka með Reykjavík, mér finnst að við eigum að vera sameinuð og vera ekki, einmitt, með allt þetta pappísflóð og fólk á launum sem að væri hægt að sameina og nýta krafta og byggja betur upp. Ég held sko að það er eitthvað samráð milli sveitarfélaganna vegna þess að nú hjóla ég alltaf í vinnuna og ég hef tekið eftir því að verktakarnir sem eru að vinna við að skafa hérna milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur að þeir skafi allir á sama deginu og þeir salta allir á sama deginum og þannig að ég er ekkert viss um að þetta sé ég held að þetta sé allt sami verktakinn sem að er
Já, Útvistað er náttúrulega ekki það sama. Sveitarfélögin náttúrulega vinna saman í ýmsu og það er náttúrulega SSH, skammstöðunin, það er samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem er að vinna saman á ýmsu en ég meina þetta bara líka áhugaverð umræða og það verður þá að koma frá íbúunum finnst manni þetta frumkvæði ef það er vilji íbúa, meiri hluta íbúa að vera bara eitthvað herrið við viljum fá stjórn okkar nær umhverfi og okkur finnst eðlilegt að taka upp þessar umræður sameiningu en ekki þetta sé að koma ofan frá ríkisvaldi einhvern veginn að reyna að hvetja til þess í gegnum einhverja svona fjárhagslegar leiðir þannig að sveitarfélög séu kannski bara eitthvað við verðum eða þú veist, eitthvað þannig heldur ef þetta er krafa frá íbúum þá bara eðlilegt að ræða það, sko. Já, ég meina, ég er ekki að segja þetta sem tækifæri til þess að leggja niður alla nærþjónustu og þú veist að það verði enginn til þess að ræða við í Hafnarfirði og allir fari bara í einhverja félagskerfið í Reykjavík og þar myndist bara ræðilega, þú veist, þetta er ekki til að spara á þann hátt, heldur til þess að spara báknið í yfirstjórninni og að hún vinni saman. Og ekki til þess að þú veist að hrúa öllum bara á sömu staðina í Reykjavík. Ég fundi þetta með þér, Bibi. Það er mjög mikilvægt að nærþjónusta sé ennþá til staðar en það er þessi yfirbygging sem hún þarf ekki að vera svona stór. Skilju, mér hefur alltaf tíð fundist sem breiðhyltingur fáránlegt að ég get staðið sko með fætina svona einn fótinn í Kópavogi og hinn í Reykjavík. Þetta er bara fáránlegt og svo er alltaf verið að hvetja litlu sveitafélögin til þess að sameinast og það eru kannski 100 kílómetrar á milli sveitafélaga. Já, bara Mosfellsbær. Skilur við? Og þeir eru þetta sjálfsögður hræddir við að missa heilsugæslunum skólan eða þeir sameinast eiga börnin að vera ferðast 200 kílómetrar á dag til þess að mæta í skóla, skilur. En hérna í Reykjavík þá er þessi umræða rosalega lítileg og allir rosalega sáttir í sínu eigin hjarta. Því að Reykjavík er náttúrulega staðist og það er leiðandi, þú veist, að hinn eru öll að svelta að reyna að byggja upp þjónustu sem er samt sótt til Reykjavíkur að einhverjum leyti, reyndar ekki félagsþjónustu og svona. En já, ég er alls ekki að tala um að minnka þjónustu á þessum stöðum, hún er nógu lítil fyrir, það þarf meiri þjónustu, en þess þá heldur að spara yfirbygginguna og stefna hærra með allt á öllum þessum stöðum og samgöngur, halló ég tók eftir í daginn, það var eitthvað já, nú fyrir hérna fyrsti áfanginn á borgarlínunni í gang og eitthvað bla 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 og þá var eitthvað svona frétt og henni hafði verið postað inn á Facebook og það voru, þú veist, rosalega margir að kommenta undir þráðinn sem að hérna voru á móti samgöngum. Ég skil ekki þetta. Hvernig er þetta að vera á móti samgöngum? Bara ég er á móti ömmum og samgöngum. Það er mjög skrítið, sko. En svona tíminn okkar er eiginlega bara búinn. Þannig að, sko, ég hef eiginlega svona 2 spurningar handtekur og þetta er bara svolítið framtíðin, sko. Við ætlum að ímynda okkur pínlítið. Þannig að svona, ef þið hefðu völdin í ykkar sveitafélagi, hvað mynduð þið breyta strax? Góð spurning, sko. Göngustíga út um allt. Já. Hjólastíga út um allt. Hjólastíga klárlega. Nei, það eru, ég er nú nokkuð vel settur með hjólastígana. Það er nú ekki hræðilegt. Ekki bara þú, allir. Já, og opnunartími sundlauga, hvað er það? Hvað er málið? Það að vinna þarna einhverjir 3 eða eitthvað, er ekki hægt að hafa þessa vakt bara líka, þú veist, fram á kvöld á sunnudögum og þá daga þegar fólk kemst í sund og þú veist, okkur er alltaf verið að reyna að stytta um klukkutíma og lokum helgar og getum við bara sleppt þessar umræðu alveg. Mér finnst vera algjört lágmarks mannréttindi á Íslandi að við komast í sund. Já. Svo eitt í viðbót. Ef þú væri að tala beint við sem sagt íbúa í Hafnarfirði sem að væri að fara að kjósa, hvað myndu þið biðja þau að hugsa sérstaklega þegar þau leggja inn atkvæðið? Sko, einu sinni var Hafnarfjörður alltaf vinstri sinnaði bær. Já. Ég skil ekki hvað breyttist. Og í allri þessari nostalgíu sem að fólk verðist geyma í hjarta sínu, þá ættu þau kannski að prófa að verða aftur vinstri sinnaði bær. Ég held að þetta horfa til þess ég og sem sagt var
í Alþýðubandalaginu, félagungur Alþýðubandalagsmann í Hafnarfirði, maður það var ennþá til. Já, Svo var það allt í einu að Samfylkingunni sem já, mér tókst ekki að verða hluti af. Það fann mig ekki þar sko. nei, Þannig ég held að það sé, Það er pláss. það er pláss, já. Við munum vita hvað við eigum að segja þá. reisa vinstri, Já, það er eitthvað svo leið, sko. Ha, hvað sagði? Reisa vinstri. reisa vinstri Hafnarfirði. Já. Já. En svona, vilt þú segja eitthvað, við þau, spyrja þau eitthvað? Ég bara er komin hérna inn í framtíðina og komin nokkra mánuði fram í tíman og hugsaði bara að þetta er alveg hægt, þannig að þetta Já. er bara þeir að gefa mér hugmyndir, sko. Já. En svona bara að lokum, þá vil ég einmitt hvetja ykkur til að hugsa þetta mál alvarlega, heyri félögum ykkar í Hafnarfirði og skoða þetta virkilega, þú veist, er þetta ekki eitthvað raunverulegur möguleiki að gera, að bjóða fram. Það er Já. hvað 11 bæjarfulltrúar, þannig að þið þurfum að finna 11 til 22 til þess að bjóða fram. En ég vil Það bara... er örugglega ekkert mál. Það er bara að Já. finna þessa einstaklingar sem að vilja og hafa tíma og elju í sér til þess að vera í forsvari Já. og það er, en það er, ég held að sé hundruðir manna sem vilja vera þarna styðja við slíkt framtak. Það er oft bara lítinn bolta til þess að velta tungu hlassi á stað, sko. Þannig að ég ætla bara að hafa þetta loka orðin mín bara í hvet ykkur áfram og bara kæra þakki fyrir að mæta og ræða Hafnarfjörð. Takk fyrir mig Já, og takk. já, takk fyrir þetta samtal. Takk kærlega fyrir áhorfið og ég þakka honum Pétri kærlega fyrir að taka upp þáttinn okkar. Takk kærlega.